Sæl og velkomin á fund númer 242 í sveitarstjórn Dalabyggðar. Því miður er tæknin aðeins að stríða okkur og þess vegna er ekkert að senda þennan fund út beint, en hann verður upptaka á fundinu verður sett á netið eftir fundin. En svo er þetta opinn fundur, þannig að það bara að koma til að vera áviðsumæðin á fundinum. Og fundurinn er að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal og hefst klukkan 4. Lagt er til að eftirtaldi dagskrárliðum verði bætt á dagskrá. Mál númer 24.01.031 umsagnarbeiðni tækifærisleyfi þorrablót UMF Stjörnunar verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 5. Sem og að mál númer 24.01.016 almennt vinnu verktaka 2024 verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 7. Og mál 24.01.032 umsagnarbeiðni þorrablóta Staðarvelli verði bætt á dagskrá og verði dagskrárliður númer 6. Aðrir dagskrárliðir í útsendum fundarboði færist til í samræmi við það. Þeir sem samþykkja því gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Nú byrjum við bara á dagskrá númer 1 sem er löggæsla í Dalabyggð. Framlagið til kynningar og umræðu er skýrsla sem embætti ríkislögreglustjóra hefur unnið vegna stöðu löggæslu í Dalabyggð. Einhver sem vill ræða skýrsluna? Bjarki Björnsson. Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Það er mikið fagnaðarefni að nú höfum við fengið í hendur skýrslu sem að embætti ríkislögreglustjóra hefur unnið og skilaði af sér núna rétt fyrir jól stöðu löggæslu í Dalabyggð. Í skýrslunni sem verður opinberuð þá í kjölfar þessa fundar í fundargögnum er komið mjög skýrt inn á það hver þörf er talin vera á varðandi stöðugildi lögreglumanna hér í Dalabyggð. Og alls ekki út af því að Dalamenn séu ólöghlýðnari heldur en aðrir, heldur í rauninni bara út frá staðsetningu, Búðardals stærð landsvæðis hér innan marka Dalabyggðar og fjarlægðar til næstu lögregluembætta og þéttbýlisstaða. Í skýrslunni er komið inn á það að embætti ríkislögreglustjóra telur að í Dalabyggð þurfa að manna lögreglustöðina með 4 stöðugildum. Og er það í rauninni algjörlega í takt við þá vinnu sem að við hér höfum lagt í samstarfi, mjög góðu samstarfi við lögreglustjóraembættið á Vesturlandi. En mikill styrkur í því að til viðbótar því mati sem að heimaaðilar unnu, það er að segja lögreglustjóraembættið og við hér, að embættið ríkislögreglustjóra sem kemur með nýju augu, nýtt fólk að þessu borði til að vega á nefnda stöðuna skuli komast að þeirri niðurstöðu sem að raun ber vitni. Þannig að, eins og ég segi, þetta er mikill áfangi að þessi skýrsla sé í höfn, en það er ekkert annað í höfn. Nú tekur bara við vinna að vekja athygli á skýrslunni, ná fundum bæði dómsmálaráðuneytis og þeirra sem halda utan bæði löggæsluna og eins ekki síður fjárlaganefnd og það sem að útdeila fjármunum. Þannig að það er verk að vinna og verk framundan. En engu að síður, nú erum við komið með þetta tæki, vopn í hendur, þannig að samtalið mun nálgast það samtal út frá því, ekki einhverjum getgátum okkar leikmanna heldur í því áliti sem embætti ríkislögreglustjóra hefur skilað af sér. Og ef einhverjir ætti að hafa vit og getu til að skila af sér tillögum, þá er það embætti. Þannig ég er enn bara óskaplega heimild sveitarstjórnar til að fara í þá vinnu í samstarfi við bæði lögreglustjóraembættið á Vesturlandi og aðra tilfallandi að koma skýrslunni áfram og í almenna umræðu. Takk. Takk Bjarki. Fleiri sem vilja taka máls. Svo veistu hvað við erum. Þannig að ég legg fyrir fundina að sveitarstjóra verið falið að koma skýrslunni á framfæri og halda vinnunni áfram. Sem er samþykkt því, gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það dagskrárliður númer 2. Íþróttamannvirki Búðardal.
en unnið hefur verið uppfært sérfræðiálit vegna áforma sveitarfélagsins að fara í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Álitið var unnið af Ólafi Sveinssyni hagverkfræðingi eins og það fyrra. Í uppfærðu sérfræðiáliti hefur verið tekið tillit til þeirra aðgerða sem sveitarstjórn og sveitarfélagið hefur gripið til á undanförnum mánuðum til hagræðingar í rekstri. Samkvæmt fyrirliggjandi sérfræðiáliti Dalabyggð að standast alla lykilmælikvarða sem settir eru í tengslum við fjármálareglur sveitarfélaga þó farið verði framkvæmdir við íþróttamannvirkin. Þessu takk til máls. Bjarki Björnsson. Sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Þetta fór vel yfir í rauninni hver staðan og það að í því uppfærða sérfræðiáliti sem við höfum nú undir höndum. Í rauninni það staðfest sem við höfum haldið fram að þær aðgerðir sem við höfum verið í sveitarfélagið á undanförnu ári, þar að segja árinu 2023, það var styrkt bæði þá skoðun okkar og í rauninni þá staðreynd að sveitarfélagið Dalabyggð að öllum þessum formörkjum uppfylltum, þar að segja fyrirliggjandi fjárhagsáætlun fyrir árin 2024-2027 og þau áform bæði rekstur og fjárfestingu sem þar er inni að gera það að verkum að Dalabyggð á að geta farið í þessa gríðarlega mikilvægu framkvæmd sem uppbygging íþróttamannvirkja í Dalabyggð er. Og við erum hér með undir höndum eins og Oddviti kom inn á, sérfræðiálit unnið af Ólafi Sveinssyni hagverkfræðingi og við erum að bíða sömuleiðis eftir í rauninni annarri sviðsmynd, þar að segja bara varðandi vaxtakjör möguleg. Nú eru vextir vonandi þarna á hreyfingu í rétta átt í okkar þágu, þar að segja þeir voru á upplið allt síðasta ár nánast, árið 2023, en nú eru sem betur verið jákvæðar blikur á lofti hvað varðar vaxtaumhverfi, þannig að við þurfum að hafa þær sviðsmyndir klárar. Einnig höfum við upplýst eftirlitsnefnd með fjármálasveitarfélaga okkar áform, átt samtöl og fundi með fulltrúum úr þeirri nefnd, sem og eins og við vitum þá er innviðaráðherra sem fer með málefni sveitarfélaga kunnugt okkar áform sem og ráðuneytisstjóra, þannig að við höfum ekki verið í neina grafgötur með það að við höfum þessi áform uppi og þó svo að verkefni sé æðistórt á mælikvarða sveitarfélagsins og Dalabyggðar, þá er það æðistór ákvörðun ef við ætlum ekki að fara í þessa framkvæmd, að því við viljum byggja hér upp öflugt og flott samfélag til viðbótar við það sem nú er til staðar, sem er sjálfsögðu gott en okkur vantar og við vitum okkur vantar þessa aðstöðu til þess að ná til okkar enn fleira barnafólki sem vil veita börnum sínum góða þjónustu og við þurfum líka að skapa aðstöðu til að stoppa ferðamenn af hér yfir sumarið með góðri sundlaug og heitum póttum. Þannig að ég er rauninni óska hér eftir að sveitarstjórn heimili mér og formanni Byggðarráðs sem hefur verið með mér að mestu í þessu og Byggðarráðs sem verið einmitt bara við borðið og í rauninni hinn eiginlega framkvæmdanefnd í þessu verkefni, að við fáum heimild til að halda verkefninu áfram og fara í formlega viðræður við mögulega fjármögnunaraðila, þó svo að við höfum verið í svona óformlegum þreifingum, en þá þurfum við væri gott að hafa formlegt umboð sveitarstjórnar. Ekki meira sinni en ég svara spurningum ef einhverjir eru. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Það eru fleiri sem eru að taka máls. Það virðist ekki vera, þannig ég legg fyrir fundi að fela sveitarstjóra og Byggðarráði að vinna þetta verkefni áfram og svo rætt var hérna að Bjarki ræddi og rétt á hann. Þeir sem eru samþykkt í gefa nokki og það er samþykkt samhljóða. Þá var dagskrárliður númer 3, gjaldskrár uppfærsla fyrir 2024 og ég ætla að gefa Bjarka orðið. Gjörðu. Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, það er í rauninni 3 gjaldskrár sem við erum með hér undir í kjölfar byggðarlagsfundar í síðustu viku. Þar og eru hér í fylkigögnum hjá fundarmönnum og sömuleiðis í fylkigögnum þessar fundargerðar sem verður birt í kjölfar fundarins. Það er í rauninni í fyrsta lagi gjaldskrá slökkviliðs Dalabyggðar og þá erum við að horfa til þess að
samræma gjaldskrár þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að Brunavörnum, Dala, Reykhóla og Stranda og og Slökkviliðs Dalabyggðar. Þannig að við séum að vinna á sama grunni öll þrjú sveitarfélögin og þessi gjaldskrá hefur verið kynnt fyrir byggðarráði og verið fyrirliggjandi núna frá áramótum. Fyrir mistök var hún ekki með inn á fundi sveitarstjórnar í desember þegar aðrar gjaldskrár voru teknar til afgreiðslu, en hún hér framlögð til afgreiðslu og vonandi staðfestingar og þannig að við getum unnið á samræmdum grunni eftir þess. Síðan hér tillaga að uppfæra gjaldskrá vegna hirðingu, móttöku og eyðingu sorps í Dalabyggð og sú breyting sem hér frá því að fundi okkar í desember snýr einvörðungu að móttöku á gámasvæðinu hér í Búðardal og í rauninni því fyrirkomulagi sem þar verður viðhaft eftirleiðis og í rauninni við höfum verið með svokallað klippikort við lýði í undanfarin ár og í rauninni var engin gjaldtaka í gegnum það kerfi á síðasta ári en nú erum við að reyna að aðlaga okkur að því sem að víða verið að gera og verið að innheimta og það sem að þegar að þeir sem að fara með úrgang á svæðið, vel skilgreindan og í gjaldskránni sem að þarfnast gjaldtöku vegna, þá verður boðið upp á að greiða með posa eða slíku þegar að sú afhending á sér stað, en auðvitað eru ákveðnir þættir í úrgangi áfram gjaldfríir og þessi gjaldskrá sem er hér sömuleiðis í fundargögnum og verður aðgengilega að fundiloknum, henni þurfum að fylgja úr hlaði síðan í kjölfarið með útskýringum og kynningarefni á heimasíðu okkar og í samstarfi við verktaka. Þannig að það breytingin hvað varðar gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps. Svo endingu hér tillaga til sveitarstjórnar útsvar á fasteignaskatt á árinu 2023 snýr að afslætti af fasteignaskatti til handa ellilífeyrisþegum og öryrkjum. Samanber 4. málsgrein 5. grein laga númer 4/1995 og reglum Dalabyggðar. Og hér erum við í rauninni að uppfæra þær reglur sem hafa verið í rauninni óbreyttar nokkra hríð og í rauninni voru orðnar úrsett í eignan hvað það varðar að það voru afskaplega fáir sem að voru höfðu möguleika á því að fá afslátt af þessum gjöldum sem að þessu sannlega þurfa, en síðan til viðbótar þessum lagfæringum á afsláttarformunum erum við líka að setja þak, þannig að þeir sem að hafa ákveðna fyrir ofan ákveðin tekjumörk þá rýrnar þeirra afsláttar möguleikar. Þannig að út á það gengur þessi tillaga hér varðandi breytingu á afsláttarformi af fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja. En ég svara spurningum og ákvæmdur ef einhver takk. Það sem þetta ekki, eru fleiri sem vilja taka til máls. Það legg ég til samþykkis fyrir fundinn gjaldskrá Slökkviliðs Dalabyggðar, þeir sem samþykkt henni gefmarki og samþykkt samlega. Þá legg ég til samþykkis fyrir fundinn gjaldskrá móttöku og úrgangs og gámasvæði Búðardal, þeir sem samþykkt henni gefmarki og samþykkt samlega. Svo legg ég fyrir fundinn gjaldskrá tillaga afslætti á fasteignaskatti ellilífeyrisþega og öryrkja, þeir sem samþykkt því gefmarki og það samþykkt samlega. En varðandi gjaldskrár var einnig rætt stöðu kjaraviðræðna. Sveitarstjórn Dalabyggðar fylgist náið með viðræðum Samtaka atvinnulífsins og Landssambanda stærstu stéttarfélaga innan ASÍ. Eitt mikilvægasta verkefni í kjaraviðræðunum að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi. Slíkar hækkanir hafa komið afar illa niður á sveitarfélögum, heimilum og fyrirtækjum. Sveitarstjórn Dalabyggðar telur að samstillt átak allra þurfi til að ná niður verðbólgu og háu vaxtastigi. Til þess þurfa ríki, sveitarfélög, aðilar vinnumarkaðarins og fyrirtæki landsins að leggjast á eitt og enginn getur skorast undan ábyrgð. Einhver sem vilja ræða vaxtastig eða verðbólgu eða launahækkanir?
Sveitarstjórn Dalabyggðar vill leggja sitt af mörkum svo nást megi þjóðarsátt allra aðila og tilbúin að endurskoða gjaldskráhækkanir ef og þegar forsendum þjóðarsáttar liggja fyrir. Þetta sem tillaga að bókun. Þeir sem eru samþykkir henni gefa ekki. Það er samþykkt samhljóða. Þá var dagskrárlið númer 4, umsóknarbeiðni tækifærisleyfi. Þorrablót Laxdæla, 27. janúar 2024. Sýslumaður á Vesturlandi óskar eftir umsókn tækifærisleyfi vegna þorrablóts 27. janúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Umsækjandi sótt beiðni breytingu umsóknar. Breytingin fólst í fækkun gesta úr 400 í 250. Einhver sem vill ræða þessa umsókn? Þá legg ég bara til bókun. Samkvæmt 28. grein lögreglusamþykktar Dalabyggðar nr. 375/2016 skal aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar miðast við fæðingarár, það er 18 ára. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við veitingu tækifærisleyfis vegna þorrablóts Laxdæla 27. janúar 2024. Þeir sem eru samþykkir þessi bókun gefa ekki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá var dagskrárlið númer 5, umsóknarbeiðni tækifærisleyfi þorrablót ÖMF stjórnunar. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsókn tækifærisleyfi vegna þorrablóts 3. febrúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Einhver sem vill ræða umsóknarbeiðnina? Þá legg ég til bókun samkvæmt 28. grein lögreglusamþykktar Dalabyggðar nr. 375/2016 með aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir í húsnæði í eigu Dalabyggðar miðast við fæðingarár, það er 18 ára. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu tækifærisleyfis vegna þorrablóts ÖMF stjórnunar 3. febrúar 2024. Þeir sem eru samþykkir bókunni gefa ekki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá var dagskrárlið númer 6, umsóknarbeiðni tækifærisleyfi þorrablóts Staðarfelli. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar eftir umsókn tækifærisleyfi vegna þorrablóts 17. febrúar næstkomandi með vísan til 17. grein laga nr. 85/2007. Hvernig við ræða þessa umsóknarbeiðni? Þá legg ég til bókun samkvæmt 28. grein lögreglusamþykktar Dalabyggðar nr. 375/2016 skal aldurstakmark á dansleiki og skemmtanir miðast við fæðingarár, það er 18 ára. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við veitingu tækifærisleyfis vegna þorrablóts á Staðarfelli 17. febrúar 2024. Þeir sem eru samþykkir henni gefa ekki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá var dagskrárlið númer 7, almennt vinnuverktaka 2024. Lagðar eru hér fram vinnureglur vegna vinnuverktaka fyrir Dalabyggð og Dalaveitur. Drög að reglunum voru kynnt byggðarárið á 317 og fundi 317 og verktökum og iðnaðarmönnum á fundi með atvinnumálanefnd þann 17. janúar. Sem við ræða það frekar? Skal það ekki svo vel? Kæri fundarmenn, atvinnumálanefnd hélt kynningafund og bara upplýsingafund með verktökum í Dalabyggð í nýsköpunarsetrinu hérna núna í gær 17. janúar og var mæting bara mjög góð og ég bara þakka þann áhuga sem að verktaka sýndu á þessu og á þessu fundi var verkáætlun Dalabyggðar á komandi ári og farið yfir nýja verklýsingu og svona hvernig við getum reynt að einfalda og stýra verklag í þeim verkefnum sem að sveitarfélagi að vinna. Með því að koma ákveðnu kerfi með verkbeiðnir, að upplýsti séu taxtar fyrirfram og svona hvernig reikningar eru gefnir út af loknum verkum og verklýsingar með þeim. Ásamt því að farið var yfir hvernig Dalabyggð úthlutar verkefnum eftir stærð og öðru til hvaða þátt við horfum til. Og áttu við bara mjög gott samtal við verktaka á þessum fundi. Þannig að ég bara þakka kærlega fyrir það. Ég held að þetta verði bara til bóta og verði gott innlegg inn í
inn í framtíðina fyrir okkur. Takk fyrir þetta, Garðar. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég vinnureglurnar til samþykkis fyrir fundinn. Þeir sem eru samþykki vinnureglum, gefa merki. Og það eru samþykktar samhljóða. Þá er það dagskrárlið númer 8. Samvinnuverkefni vegna aðgengis elli- og örorkulífeyrisþega að líkamsrækt. Lagður fram samningur milli Dalabyggðar og ungmennafélagsins Ólafs K. aðgengi elli- og örorkulífeyrisþega að líkamsræktarstöð félagsins. Regluleg hreyfing er nauðsynleg fyrir andlega og líkamlega heilsu og vellíðan. Rannsóknir sýna að reglubundin líkamsrækt við hæfi styður við aukna virkni og árangur í endurhæfingu. Þá er líkamsþjálfun fyrir eldra fólk gríðarlega mikilvæg og hefur aukist síðastliðin ár. Er samningur þessi liður í því að efla hana enn frekar hjá eldri íbúum Dalabyggðar. Sem er ræða þetta mál. Það varst ekki vera, þannig ég legg samningin fyrir fundinn. Þeir sem samþykktu samningnum gefa merki og hann er samþykktur samhljóða. Þá er það fundargerð til staðfestingar. Dagskrárlið númer 9. Fundargerð byggðar á Dalabyggðar númer 317. Þessu ræða þennan lið sérstaklega. Þú veist ekki vera, þeir sem eru samþykktu fundargerðinni gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það mál til kynningar. Dagskrárlið númer 10 er fundargerð Breiðafjarðarnefndar 2023. Þessu vill taka til máls. Þú veist ekki vera. Þá er það dagskrárlið númer 11. Aðalfundur menningar og framfarasjóðs Dalasýslu 2023. Þessu vill taka til máls. Þú veist ekki vera. Þá er það dagskrárlið númer 12. Fundargerð samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2023. Þessu vill taka til máls. Þú veist ekki vera. Þá er það dagskrárlið númer 13. Fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga 2023. Einhver sem vill taka til máls. Þú veist ekki vera. Svo er það dagskrárlið númer 14. Og 39. Landsþings sambands íslenskra sveitarfélaga. Þú sem vill ræða það sérstaklega. Þú veist ekki vera. Dagskrárlið númer 15 er vegna jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og dóms héraðsdóms Reykjavíkur. Svo vill ræða það sérstaklega. Ég skal ekki vera svo. Ágæti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, til upplýsinga þá barst okkur bréf þann 9. janúar síðastliðinn frá innviðaráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni varðandi og snertir af málefnum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Við höfum vitað og fylgst með að það liggja fyrir drög að uppfæra regluverki í kringum jöfnunarsjóðinn sem við höfum haft ákveðnar áhyggjur af og komið okkar ábendingum á framfæri ítrekað. Og til stóð að umræður yrðu teknar upp málefni jöfnunarsjóðsins og regluverki í kringum hann núna á þingi sem er að hefjast í næstu viku, vorþingi. En í þessu bréfi sem að Sigurður Ingi innviðaráðherra sendi okkur og öllum sveitarfélögum landsins 9. janúar síðastliðinn, þá í rauninni tilkynnir hann það að hann mun ekki beita sig fyrir því að frumvarp til laga um jöfnunarsjóð verði afgreitt á Alþingi og yfirstandandi eða komandi löggjafarþingi. Heldur beðið með slíka endurskoðun til óvissu yfir eitt og svo óvissa kemur til út af málafjölda sem Reykjavík fólk hefur átt við ríkið vegna framlags til Reykjavíkurborgar á tímabilinu 2015 til 2019 og krafan er í rúmum 3,3 milljörðum, þannig að þetta hefur verulega áhrif á stöðu jöfnunarsjóðs. Við rauninni felldi héraðsdómur og það er ástæðan fyrir því að ráðherra setur á ís öll áformum breytingar. Það er rauninni héraðsdómur fellir hann dóm að ríkinu ber að greiða Reykjavíkurborg 3,3 milljarða pluss vexti og verðbætur, þannig að krafan er upp á 5,5 milljarð, þannig að þetta eru verulegi fjármunir sem að hann jafnframt tilkynnir innviðaráðherra í þessu bréfi til okkar að hann og ríkið hyggist áfrýja
og það ljóst að ekki fyrir okkur hér í Dalabyggð og bara önnur víðsvegar sveitarfélög mikið í húfi að það fáist lausn í þetta mál, þannig að óvissu framlög til okkar á komandi ári og árum verði eitt af því. Ef jöfnunarsjóður þarf að greiða 5,5 milljarða til Reykjavíkurborgar vegna þessa máls, þá mun það að öllum líkindum í það minnsta hafa áhrif á framlög til sveitarfélaga á komandi ári. Þannig að ég veitir ekki athygli á þessu og við þurfum að sjálfsögðu að halda vöku okkar í þessu máli og sjá hverju framvindur. Þegar það er fram til upplýsinga. Takk. Gréta Bjarki, eru fleiri sem vilja taka til máls? Þú veist ekki vel að þurfum við í dagskrárlið númer 16 sem er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel. Og þetta sveitarstjórnar eru tilreyndur. Nokkrir mólar frá mér svona yfir þau atriði sem hafa verið á sveimi frá því að setja í rauninni svona þessum formlega fundi eða reglubundna fundi fyrirgefið sem haldinn var 8. desember. Við heldum aukafund í sveitarstjórn rétt fyrir jól út af breyttu regluverki í kringum útsvarsprósentu. En hér er svona stutt yfirferð yfir það sem helst hefur verið á baugi og er á baugi hjá Dalabyggð þessa dagana. Íbúafjöldinn hjá okkur miðað við 2. janúar síðastliðinn var 658 íbúar. Þannig að það fjölgaði í heildina 5 á árinu 2023 eða rétt eftir prósent, 0,8%. Flest vorum við hér í júní byrjun, 666 íbúar. Þannig að árið 2023, þannig að við þurfum að halda vel á stöðunum til að halda íbúaþróuninni. Fjárhags- og framkvæmdaáætlun Dalabyggðar fyrir árið 2024-2027 var samþykkt samhljóða í desember og erum við þegar farin að vinna að undirbúningi og framkvæmd þeirra ákvarðana sem í þeirri áætlun er. Stærsta einstaka verkefni er líkt og síðastliðnu ár og hefur hér verið komið inn á uppbygging íþróttamannvirkja. Og við erum að vinna að undirbúningi þess af fullum krafti. Þann 9. desember síðastliðinn var skrifað undir samningum sölu á félagsheimilinu á Staðarfelli og það verður spennandi að sjá og fylgjast með þeim áformum sem nýir eigendur eru með uppi hvað varðar það hús og ekki síður bæjartorfuna á Staðarfelli sjálfum. Varðandi vegamál og þrýsting okkar í dölunum á úrbætur þá birtist góð auglýsing í Morgunblaðinu síðastliðinn laugardag þar sem vakið var enn og aftur athygli á bágbornu ástandi vegarins Skógarströnd. Þessi auglýsing vakti verðskuld og athygli víða hef ég skynjað og það er greinilegt að sá vinsamleg tónn sem beitt fellur í kramið og vekur athygli. Ég ákveða á baráttuaðferðum þeim sem beitt í þessu tiltekna máli. Þó við þurfum að sjálfsögðu einstaka sinnum að byrsta okkur og brýna raustina, ef svo má segja. Ég vil einnig nefna hér að það er allt svakaleg staðan sem uppi er hér beggja vegna Búðardals á þjóðvegi 60 í kjölfar frostakafla þegar snögg hlýnaði og rigningartíð varði í nokkra daga þá hreinlega flettist slitlega á veginum víða og hef ég í skýrslu minni hér með sem fylgir í fundögnum myndir af því ástandi sem var blasti og ég ákvað að stoppa á ferð minni hér nágrenni til að taka myndir og hef sett afrit af því til Vegagerðarinnar hér á Vestursvæðinu. Við óskum að þetta verði tekið alvarlega til skoðunar til viðbótar náttúrulega við alla þá vegi sem við erum að þrýsta á betrumbætur á. Rekstur Silfurtúns er núna komin í hendur Heilbrigðisstofnunar Vesturlands frá og með 1. janúar síðastliðinn. Við hér óska Silfurtúni, heimilis- og starfsfólki sem á nýjum rekstraraðila af síns besta á komandi tímum. Leið og ég færi starfsfólki kærar þakkir fyrir hönd Dalabyggðar fyrir góð og gefandi störf í þágu heimilismanna. Dalabyggð mun áfram eiga fasteigna sem starfsemin er í og hefur verið undirritað á leigusamningu þess efnis við Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Vinna við gerð deiliskipulags hér í Búðardal er farin af stað og hefur verið gerð samningur það verkefni við Arkís. Það hefur skort á að í gildi væri deiliskipulag fyrir ákveðin svæði hér í þéttbýlinu og er vonandi að mál leysist saman þessu verkefni og allir óvissu lóðamörk og eða stærð einstakra svæða verði þar með eitt. Eins og hér var samþykkt fyrir á fundinum, þá tekur breytt gjaldskrá Gámasvæðis gildi þann 1. febrúar næstkomandi þar sem nýjar og breyttar leikreglur verða teknar upp samhliða. Kynningarefni og allar upplýsingar verða gerðar aðgengilegir í kjölfar þessa fundar,
En það sveitarstjórn sem á síðasta orðið þessa gjaldskrá og leikreglu eins og annað í stjórnsýslunni okkar. Eins og fyrst sagði, þá voru kynningarefni á gjaldskráin aðgengileg á heimasíðu Dalabyggðar á næstu dögum. Verkefni gott að eldast á vegum heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytisins er að komast á skrið í landshlutanum og verður staða þess meðal annars kynnt á samráðsfundi með eldri borgurum hér í Dalabyggð þann 7. febrúar næstkomandi. Viðvera byggingafulltrúa í Búðardal hefur verið fest frekar í sessi, þannig að hann verður framvegis með fasta viðveru hér á skrifstofunni okkar alla föstudaga og 1. og 3. miðvikudag í mánuði, þetta með fyrirvara ferð og veður og slíkt. Upplýsingar þess efnis eru aðgengilegar á heimasíðu Dalabyggðar en eins og kunnugt er þá eigum við í samstarfi við nágranna okkar á Reykhólum og Straumholtum með verkefni byggingafulltrúa líkt og verkefni skipulagsfulltrúa. Rétt fyrir jólin kom út greinin Sameiningar hreinna dreifbýlissveitarfélaga og þjónusta í sérhefti tímarits íslenska þjóðfélagi og er hún aðgengileg á heimasíðu Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Í greininni sem er áhugaverð og full ástæða til að vekja athygli á er gerð tilraun til að meta hvort fólk í dreifbýli sé ánægðara með þjónustu síns sveitarfélags í fámennu hreinu dreifbýlissveitarfélagi eða sem hluti af stóru sveitarfélagi þar sem stærri þjónustukjarna er að finna. Greinin var skrifuð af þeim góðkunningum okkar Bjarka Þór Grönfeldt og Vígli Karlssyni, rannsóknarsetri í byggða- og sveitarstjórnarmálum á Bifröst og samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Eiga aðild að. Nú, eins og ég fór yfir hér áðan, þá er innviðaráðherra tilkynnt að áform hans að leggja fram á vorþingi tillögu sem breyting á regluverki jöfnunarsjóðs verið frestað og fer ég ekki frekar í það hér, búin að rekja þá stöðu. Nú, í gær, miðvikudaginn 7. janúar síðastliðinn, var haldinn opinn fjarfundur þar sem Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, ráðgjafi hjá Ásgarði skólaþjónustu, kynnti drög að nýrri menntastefnu Dalabyggðar fyrir árin 2023 til 2028. Fundurinn var ágætlega sóttur og viljum við þakka þeim sem gáfu sér tíma til að mæta fyrir þátttökuna. Kynning Gunnþórs var góð og vel framstætt. Menntastefnu Dalabyggðar er ætlað að veita leiðsögn og innblástur öllum þeim sem koma að skólastarfi, íþrótta, æskulýðs- og tómstundastarfi í sveitarfélaginu. Það er sveitarfélaginu mjög mikilvægt að fá íbúa með í þróun á stefnu og markmiðum menntastefnunnar og nú eftir fundinn og það er nú þegar komið á heimasíðuna er opið fyrir tillögur á úrbótum á menntastefnunni fram og opið fram til 28. janúar næstkomandi. Nú og eins og formaður atvinnumálanefndar kom inn á áðan þá var hér mjög fjölmennur fundur gærkvöldi með verktökum hér í héraði og þar sem að, eins og Garðar kom inn á, var framkvæmdaáætlun Dalabyggðar fyrir árin 24 til 27 kynnt og einnig það er nýgerðu vinnureglur sem hér voru staðfestar rétt áðan. Og markmiðið, eins og Garðar kom inn á, er að skerpa á öllum samskiptum, sveitarfélagsins og starfsmanna þess við einstaka verktaka þau verk sem í gangi eru til hagsbóta vonandi fyrir alla sem að koma. Nú, á mánudagsmorguninn næsta, klukkan 9, mánudaginn 22. janúar, þá standa samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fyrir fundi fjarskiptamál á Vesturlandi. Þar sem að Þorsteinn Gunnlaugsson, ráðgjafi hjá Gagna, mun kynna nýja skýrslu stöðu fjarskiptamál á Vesturlandi sem hann vann á síðastliðnu ári. Hvet alla áhugasama að skrá sig á fundinn, það að gera það á heimasíðu SSV, þannig að við allir fái, þeir sem áhuga á fái hlekk inn á fundinn. Nú, á miðvikudaginn næstu viku, miðvikudaginn 24. janúar, næstkomandi klukkan 17 verður haldinn íbúafundur á vegum starfshóps umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins í Dalabyggð. Það var eins og vonandi sumir kunnugt síðastliðið haust sem umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins skipaði starfshóp sem hefur það hlutverk að vinna tillögur til ráðherra framkvæmd mála í Dalabyggð sem heyrandi málefnasvið ráðuneytisins með það markmið að efla samfélagið. Tillögur hópsins samkvæmt skipunarbréfi skulu meðal annars snúa að jarðhitanet, aukinni orkuöflun, flutningskerfi raforku, þjóðgarða á svæðinu, minjavernd, eflingu hringrásarhagkerfisins og grænni atvinnuuppbyggingu og verða þessar hugmyndir ásamt fleirum sem heyrandi málefnasvið ráðuneytisins til umræðu á fundinum sem ég hvet sem flestum til að mæta á til að gefa okkur nesti í þessa vinnu sem nú er í gangi. Nú, föstudaginn 12. janúar síðastliðinn veitti uppbyggingarsjóður Vesturlands styrki til 75 verkefna hér á Vesturlandi, heildarupphæð styrkja nam 46,4 milljónum króna. Þetta var í 10. árið í röð sem að sjóðurinn úthlutar styrkjum til annars vegar menningarverkefna og hins vegar atvinnu- og nýsköpunarverkefna en sjóðurinn er hluti af sóknaráætlun Vesturlands. Og gleðjast yfir hversu margir Dalamenn hlutu stuðning að þessu sinni. 3 af 4 næstu atvinnu- og nýsköpunarstyrkjunum voru veittir í verkefni Dalabyggð
og þá var einnig verkefni sem hlutu menningarstyrki og stofn og rekstrarstyrki menningar. Til hamingju kæru styrkþegar, þessi útkoma þínir þann sóknarhug sem í dögunum svo ekki verður villst. Og við getum haldið áfram að státa okkur á öflugum Dalamönnum. Í undanfarnar vikur hafa 10 teymi á Vesturlandi, það hafa 2 verkefni hér á Dölum. Verið við vinnu var hraða til að þróa sín verk, mjög spennandi dæmi. Og það verkefni heitir Vesturbrú sem viðskiptahall, sérhannaður með þarfir viðkomandi þátttökuteyma í huga og þannig hafa teymin áhrif á fræðslum sem stendur undir boða á þeim tíma sem ræðir. Markmið aðalsins að efla sköpunarkraft og frumkvöðlastarf á Vesturlandi, tengja fólk saman og stuðla að nýjum verkefnum og verðmætasköpun á svæðinu. Og í ágótt fólk það 2 af þessum 10 verkefnum eru hérna á Dölunum. Þannig að það spennandi tímar. Nú svo menningarmálanefnd Daladvör auglýsti eftir umsóknum í menningarmálaverkefnasjóð sem verður til úthlutunar núna og var síðasti umsóknarfresturinn rann út núna 15. janúar síðastliðinn og liggur nú fyrir hjá menningarmálanefnd að vinna úr innsendum umsóknum. Og að endingu þá vil ég nefna að það var ánægjulegt að fylgjast með ferðum jólasveinum okkar úr Dölum á hinum ýmsu staði í aðdraganda jóla, meðal annars á Bessastaði, þar sem tekið var húsið á forsetanum okkar. Íslensku jólasveinarnir eru úr Dölunum, þegar samfélagslegt verkefni sem hugsað sem leið til að markaðssetja og undirstrika gæði Dalanna og vara sem framleiddar eru á svæðinu, auk þess að vera allri einhverju fjölskyldufólk og fræðinu. Það verður spennandi að fylgjast með framgangi þessar spennandi verkefnis og fékk til að mynda byggðar á kynningu á því og þeim höfum sem uppbyrður á síðasta fundi sínum. Lært hér staðan numur, en ljóst að þessari kynningu og hinni ýmsu öðru sem ekki ratar í þessa punkta mína, að það eitt og annað í gangi í stjórnum mjög spennandi tímar framundan. Takk. Takk alveg fyrir þessa yfirferðarki. Ef við fleiri sem vilja taka til máls. Þú veist ekki vera að það dagskráin tæmd hjá okkur í dag. Næsti fréttastjórnarfundur verður 8. febrúar. Ég segi þessum fundi slitið.